Stóttir næst. Já, kæru vinir, takk. Ég ætla að renna líka svona í gegnum þetta eins og Erlingur en ég ekki með jafnmargar athugasemdir. Mér finnst þetta góð hugmynd hjá honum fyrsta lagi að sameina 17. og 18. grein og styð hana. Ég held að það sé skýrt og ég held að við ættum að fara út með þennan drengskap, hann óþarfi. Það heit er alveg nægilega gott orð og skýrara. Í 22. grein þá ég fyllilega sammála þeim sem að hér hafa sagt að þessi miðju málsgrein eigi út. Þetta bara einfaldlega tæknilegt og leiðinlegt og óþarft og við skulum ekki vera að fylla stjórnarskrána okkur óþörfum orðum sem hægt að setja í lög. Og í 23. grein þá fannst mér þetta svolítið skrítið þetta með að forsetinn gæti allt í einu ákveðið að gera eitthvað og ég man ekki alveg hvernig þið eru með það, hvernig hægt að vísa honum frá eða setja hann af ef hann allt í einu snappar og ákveður bara að halda þingið á einhverju stórfurðulegum stað. Hvað gerist þá? Þetta einhverju misnotkunnar möguleika sem ég bara vonið að ég búin að pæla í. Fósiti þess? Já, fósiti Alþingis, einmitt. Já, ef hann snappar sem sagt. Við skulum alltaf... Við gerum ekki ráð. Nei, ok. Ég veit að aðrir fósitar gætu líka að snappa. Ok, heyrðu, 24. grein. Þar segi ég líka út með þessa milliklausu. Ég hjartanlega sammála Vilhjálmi, Ómar og Erlingi þar. Það eru mjög góð rök fyrir að þetta að fara út og ég segi bara út með þetta og þið þurfið ekki að vera svona feimin, mér veist þið hornkljúfa ansi margt. Það við erum fengið til þess að breyta þessari stjórnarskrá, við skulum bara breyta henni eins og þarf og gera það bara án þess að hika. Svo velti ég fyrir mér hérna, það sem talað að það hægt sé að opna þingnefndarfundi. Nú erum við alltaf að tala gegnsæi og allt það, en af hverju eru fundirnir ekki opnir að meginreglu og undantekninga þeim megi loka? Það held ég að væri betri regla og myndi auka bæði gagnsæi og ábyrgð fólksins sem situr í þessum blessuðu nefndum. Að lokum langar mig að tala 27. greinina. Ég held að takmarkið sé mjög gott, það að segja valddreifing og ánægð með það, en nú segi ég, elsku nefnd B, þið eruð búin að færa valdiðin í nefndirnar. Og hvað akkur er alltaf að tala form ráðherra þarna, meira að segja kafla sem heitir Alþingi og alþingismenn. Ég segi inn með alþingismennina þarna þá ef þið ætla að hafa valdið þar og ekki fjalla bara ráðherrana sem þið hafið þegar gert valda minni af því að eins og Þórhildur segir ef það á að valddreifa þá skulum við útfæra valddreifingu til fulls þannig að við skulum láta saman ná yfir alþingismenn þarna ef það á að takmarka setu og svo þakka ég fyrir góð störf.